Sandra, við komum til Póllands, leikur á móti Úkraínu framöndan, mikilvægur leikur í undankeppni HM, hvernig bara leggst það í þig? Þetta er bara rosalega skemmtilegt verkefni og maður er að bíða spenntur eftir þessum leik. Náttúrulega fengum góð úrslit á móti heima og viljum fylgja því eftir og gera enn betur, kannski, bara spila ennþá meira svona, ríkjandi leika sem við erum meira með boltan heldur þær og bara nýta það sem við erum góðir í að gera og kannski reyna að skora fleiri mörk, en fyrst og fremst bara náði góð úrslit. Hvernig bara þessi fyrirleikur, maður getur tekið mikið bara út úr honum, lært mikið af honum? Já, algjörlega. Ég meina við kannski bjuggumst aðeins öðruvísi við í þeim leik. Við héldum kannski að það myndi meira stíga hærra á okkur og pressa okkur, en það er einhvern veginn gaf okkur smá meiri tíma með boltan en við heldum við myndum hafa og nú getum við kannski undirbúið bæði hvernig við að bregðast við eftir því hvernig þær spila, en við tökum að góða klálega á leiknum heima og byggjum ofan á það. Heldur að þær þurfa náttúrulega að vinna þennan leik, heldur að þær verði kannski smá svona desperate í sínum leik? Já, maður geta alveg trúið því að það kemur alltaf ekkert á óvart ef að þær myndu koma aðeins aggressívar í innan leik, þá þurfa að sækja úrslit, þannig að þær eru þá væntanlega að fara að stíga aðeins ofar í okkur og það náttúrulega opna kannski önnur svæði fyrir okkur sem við þurfum þá að nýta okkur og bara vera svolítið klárar að lesa í hvað þær eru að gera. Nú Sveindís ekki með, það er náttúrulega mikið högg fyrir sóknarleikinn okkar. Aðrir leikmenn stíðu upp, heldurðu að það geti gerst í þessum leik? Það er slæmt að missa leikmenn eins og Sveindís úr liðinu, það er ekki neitt leyndarmál við það og við myndum helst vilja hafa hana með okkur, en við höfum sýnt áður í fjarveru hennar að við getum spilað góða sóknarleik og við þurfum bara að stilla saman strengi við sem erum hérna og við erum með marga góða leikmenn og að koma margar flottar inn í hópi núna, nýlegar og stelpur sem hafa kannski verið inn og út. En ég er bara full að trúa öllum hópnum og við erum eftir að gera og setja leikinn vel upp og fara eftir því plani sem að þjálfararnir kom með. Heldurðu að við breytum áherslum okkur eitthvað í sóknarleiknum? Örugglega einhvern hátt já, það sem eins og Sveindís til þess ekki núna, en ég held að við höldum samt fast í okkar gildi og hjá okkar leik bara og höldum áfram að spila þann fótbolta sem við höfum verið að gera og þróa hann og reynum að ná í úrslit. Algjörlega. Fyrir mig til Þýskalands, Köln, fyrsta tímabilið búið, hvernig horfum við tilbaka á það? Ég er bara fyrst og fremst ótrúlega glöð að hafa tekið þessa ákvörðun að fara aftur út. Þetta var alltaf svona draumurinn bak við eyrað eftir að ég átti Ellu, dóttur mína, og ég er bara ótrúlega stolt af því að hafa fengið að tækifæri að gera það aftur og ég held að Köln hafi bara verið það fullkomna fyrir mig, nákvæmlega rétt ákvörðun að fara þangað. Bara klúbburinn hefur tekið rosalega vel á móti mér og öllu fjölskyldunni og mér líður bara mjög vel sem hefur síðan skilað sig yfir í góða frammistöður á vellinum, þannig að ég er hálfur þjóður og mér líður mjög vel í Þýskalandi, þannig að bara gaman að eitt season er búið og ég er bara spennt fyrir næsta. Hvað 12 mörk í búndistekunni, var þetta meira en þú bjóst við? Já, ég verð að viðurkenna það aðeins meira en ég bjóst við. Kannski spilaði aðeins stærra hlutverk en ég var að búast við fyrirfram. Ég ætla að kema bara 3 dögum fyrir tímabilið og með mikið af góðum leikmennum í kringum mig frammi og var tilbúin bara fyrir það hlutverk sem ég myndi fá. En þetta hefur bara miklu að trúa mér og spiluðu kannski bara leikkerfi og fótbolta sem henta mjög vel og spila upp á mína styrkleika og það hefur bara skilað sér inn í mörkum. Þannig að bara ótrúlega gaman hvað maður hefur fengið mikið í traustina. Það er náttúrulega búin að vera einhver áhuga á þér eftir þú ferð út og ert að standa þér svona ógeðslega vel frá Englandi og einhverjum öðrum liðum. Hvernig er það? Ertu eitthvað farin að skoða í kringu þig bara í sumar eða ætlarðu að vera áfram í Köln? Sko, ég ætla að vara framlengja, þannig að ég er allavega samningsbundin næstu 2 tímabil og er með fullan fókus á því, en ef einhver lið vilja skoða þann valmöguleika að kaupa þá myndi maður alltaf skoða það, en þegar mér líður vel, fjölskyldunni líður, boltinn er góður, deildin er góð, þá náttúrulega er hugurinn líka þar, bara ég er rosalega ánægð og ég sé alveg tækifæri til þess að halda áfram að þróa minn leik og bara stolti að spila fyrir Köln og en svo ég segi, ég er aldrei að fara að loka hennar dyr eða banka eitthvað spennandi lið upp á. Ánægð í þessari borg og bara lífið gott? Já, ég er bara mjög ánægð, ég elska þýsku menninguna og bara svolítið gaman fyrir mig, mínar rætur liggja í kringum Köln, þar sem foreldrar mínir kynnast og 2 bræður mínir fæðast í nágrenni, þannig að þetta er svolítið mikið fjölskyldustaður og manni þykir líka vænt það, þannig að bæði fótboltinn og lífið allt í kring sem er bara svo gott og hentar mér og okkur. Þessu bara mikil tilviljun er það einmitt að þetta gerist? Já, það er ótrúlegt en sagt að nákvæmlega þetta hefur komið upp á borðið, þar sem eins og pabbi minn er búinn að vera aðdáandi Köln frá því að hann var lítill strákur og ég man eftir honum heima bara þegar ég var yngri í Köln-treyju og alltaf að fylgjast með strákunum hvernig þeir stóðu sig, þannig að
þetta er ótrúlega gaman og bara já, lítill heimur. Mamma og pabbi duglega að koma og heimsækja þig? Já, þau hafa verið dugleg. Mamma kom með okkur út þegar við vorum að flytja og var að aðstoða þegar unnusti minn var á Íslandi að klára að pakka og ganga fyrir íbúðan okkar og síðan voru þau núna bara síðasta leikjunum komið á highlight leikinn sem var í lok tímabils og já, munu oftar koma í heimsókn. Algjörlega, ef fyrir til Íslands, Þór Káa, brasi í byrjun? Já, þetta hefur verið smá brekka í byrjun en bara 7 umferðir búðar þannig að ég hef trú á mínum stelpum fyrir norðan og þeim að þeim muni kannski taka sig aðeins saman og ná í betri úrslit. Ég held að sé margt gott að gerast þarna, ég held að þau þurfi kannski bara aðeins meiri tíma, það eru margir nýja leikmenn og séu kannski sömuleiðis margir leikmenn sem voru að fara eða þetta í meiðsli þannig að maður bara gefa þeim smá tíma en auðvitað hefði maður viljað fleiri stig eftir 7 umferðir. Hvernig er að sjá Örnu sig aftur í búningi Þórs Káa? Það er bara frábært, hún er náttúrulega bara, já, algjör lykilmaður í þessu liði og bara leiðtogi. Ég held að öll í deildinni væri til í að hafa leikmann eins og hana og ég held að það sé bara ótrúlega dýrmætt fyrir klúbbinn að hafa hana núna Akureyri, ekki síst þegar það er kannski svona smá brekka og hún er karakter í það að hjálpa liðinu að snúa þessu við og ná í betri úrslit. Sandra Maga, takk hérlega og gangu vel.